Gylfi, hvernig öxlin að þér? Öxlin, þetta er svona meira bakið, en bara fínt. Búið ágætt núna í einhverja 2 vikur og það er fínt að fá þessu hvíld til að reyna bara ná sér frískum og ná bakinu í gott stand. Þú ert búin að spila mikið af mínútum í vetur, mikið álag. Var ekki kærkomið að fá svona nokkra vikur, eða svona 1-2 vikur aðeins að slaka á? Jú, það var bara eiginlega frábært. Ég held að svona sé að kannski aðalega vera að hugsa eftir EM. Við náðum kannski ekki rosalega mikilli hvíld eftir EM, þannig að þeir vildu koma sér inn fyrir keppnina, fyrir þá leikmenn sem voru á leiðinni til Frakklands, sem þetta er frábært. Hvernig standið það bara almennt? Bara mjög fínt. Við erum búin að hafa henni núna í einhverja 3 daga og ég held að bara ég sjálfur og restin af hópnum eru í fínu standi. Hvernig það komin í einhvern undirbúning og vera bara 9-10 á æfingum? Það er mjög skrítið. Ég held að flest liðin eru með fullan hóp og ef það vantar einhverja í hópinn hjá þeim, þá verður örugglega að fara að spila í meistaradeildinni. Svo þetta er svolítið öðruvísi en það er ekki langt þangað til að við hittumst í Noregi og verum með fullan hóp. Heldurðu að það hafi áhrif að við séum að fá styttri undirbúning allir saman heldur en aðra hlutir? Nei, ekkert frekar, maður veit aldrei eftir á en æfingarnar eru búin að vera fína núna og gott tempo á þessu. Það snýst aðalega bara að vera heilir og vera topp á réttum tíma. Fiðringurinn lítur að vera komin, það er orðið svona stutt í mót? Algjörlega, það er búið að vera svona spennað síðan held ég bara þegar við tryggðum okkur áfram en auðvitað hefur verið að hugsa kannski meira deildina síðustu mánuði en það er komin full einbeiting núna á Frakkland og maður er svolítið spenntur í vikinu. Hvað viltu að fá út úr þessum 2 æfingarleikjum fyrir mót? Bara sem flestum leikmönnum heilum og auðvitað held ég engin fara inn ennar tæpa tækningar og það sé fyrstu skilaboð en auðvitað þurfum að fara yfir nokkra hluti sem við viljum æfa, bæði varnarlega og sóknarlega. En þetta er ekkert mikilvægastu leikinn í heiminum, við þurfum að vera klárir bara þegar við byrjum í Frakklandi. Og þið þurfum að fá menn eins og Aron og Kolla í stand, þetta eru gríðarlega mikil menn fyrir liði? Já, algjör lykilmenn fyrir okkur. Við höfum verið að sjá svona bætingu hjá þeim í þessari viku. Kolli er aðeins byrjar að gera meira og Aron var eiginlega með á æfingunni í gær, þannig að það er ekki langt í að þeir vera 100% með á æfingu sem er auðvitað frábært fyrir okkur. Hvaða væntingar ert þú að fara með inn í þetta mót? Spurðum við eftir móti en auðvitað viljum við spila vel og gera þjóðina stolta. Við vitum auðvitað það að við erum að fara í erfiðan riðil og þetta mun vera mjög erfitt en við förum í alla leiki til að vinna og það verður engin breyting á því. Þessi riðill er svona þannig, maður horfir á alla leiki og maður sér einhvern veginn að þið geti gert eitthvað í hverju meinasta leik. Já, við getum líka alveg tapað öllan leikjana sko. Við færum ekkert á lokakeppni í stórmóti nema að vera með gott lið, þannig að það verður erfitt fyrir okkur að spila þessa leiki en við höfum sýnt á móti stærstu liðunum að við erum mjög góðir og ef við spilum okkar leik þá verður við fínum móti. Þú sjálfur náttúrulega ert að koma úr tímabilið sem að gekk frábærlega eftir jól, ertu ekki bara með eins mikið sjálfstöð þú getur verið með? Jú, eins og segir, það gekk frábærlega eftir jól, bæði mér og liðinu, þannig að ég er með nóg sjálfstraust og í fínu formi, þannig að vonandi heldur það áfram og ég bæti með ennþá meira í Frakklandi. Hljóta stærri lið að horfa á þig eftir svona frammistöðu, ertu eitthvað að hugsa eftir hreyfings? Nei, ég kannski bjóst við einhvern spurningum en ég ætla ekkert að fara að ræða það. Ég er með fulla einbindingu núna á Ísland og ég meina eins og sagði það gekk mjög vel eftir áramót. Ég er með 2 ár eftir að samninga með Sonsi og ég er ekkert að hlaupa það en ég er mjög ánægður hjá Sonsi og eins og sagði það var bara fulla einbinding núna á landsliði og Frakkland þannig að við spilum við út í Ísland. En það er ekki verið að vilja framlengja við, þeir vilja gefa þér nýjan samning? Já, ég meina það er ekkert byrja eitthvað þannig en það vonandi fer að byrja á næstu vikum og ef það gerist ekki fyrir EM þá vonandi gerist eftir EM.